Komið þið sæl og eru velkomin í podcast.is. Þetta tekið upp í kjölfarið á hörmungarviku. Þessi vika helgi, skulum við kalla, gat ekki farið neitt verr. Þetta svona helgi sem ef að Heineken væri að bjóða upp á fótboltavikur, þá væri þetta nákvæmlega í þeirra boði. Þetta það ágæslegt, en hvað það, Einar Matti sitt ég og með félaga mína til að fara yfir þetta. Steini og Maggi á sínum stað, Steinið út í hellin með Grái. Jöp, klár. Búin að vera þar bara í nokkra daga, ekki? Jú, það bara verst að á hellum aldrei hurðar, þannig að það búið að vera kalt og opið inn bara. Já, ég trúi því. Maggi, var eitthvað erfitt í skólanum síðustu 2 daga? Nei, veistu það, við höfum að fara í gegnum helgina. Mér veist helgin bara, jafn ömurlega getur alltaf verið, en að tapa úrslitin eitthvað mannarsættir allt í lagi. Svo hefur nú dagurinn aðeins rétt úr sér. Ég myndi nú halda að þú getur nú verið komin svona dagurinn í dag og allavega Sagres dagur ef hinir að vera Heineken, þá Sagres aðeins litið inn til okkar í kvöld. Ég ekki komin svo langt. Herðu, Maggi, Þórir, sæll og velkomin til leiks. Við erum að taka þetta upp, við erum að byrja bara leið og flautað af í Sevilla Master United, þannig að þetta var vissulega hressandi og kannski koma okkur ekki beint við. Já, þetta svona smá upplíkandi eftir helgina, en eins og bara með United leikin, það alltaf ítlu best af lokið með Old Trafford, ég kvíði alltaf fyrir þessum leikjum þannig að þetta voðalega lítið skemmtiefni venjulega og sérstaklega þegar Mourinho að stýra, þannig að ég bara ánægður að þetta búið og alltaf léttir sama hvað fyrr, en eitthvað á Old Trafford í kvöldi kannski að gleða mann. Já, ekki kendi þín, Maggi, og nú ert nú heldur opin fyrir miklu böggi, sérstaklega á þínu vinnustað og öllum þessum félagsamtökum, Kívanes og hestamannaklúbbnum og spilavistinu öllu þessum út í, þannig að ekki skipti öllu máli fyrir okkur hvort að United eða Sevilla fara meistaradeildina, hvort að við séum að fara eitthvað lengra heldur næstu umferð, en bara með við árásina sem við höfum mætt í þessar viku, þá kannski slekkur þetta eitthvað smá í fjöldum. Ég að fara í höfuðborg Árborgar Eyrarbakka á okkur fundi fyrramáli. Ég kíkja þessi kaffi í vinnuna mína. Ég býð vel að því að það eru margir indælir menn sem halda með Manchester United og það getur vel verið ég gleymi gleraugunum eitthvað og farðu fyrir mig og slummaðu Pallasveins. Hann veit nú ekki litlar yfirlýsingar fyrir leikinn og hafði vissulega betur en þetta, ég kærlega að hilsa, ég gæti ekki mikið meira að hilsa. Það er maðurinn sem ég á að hitta leið í mætasvæði, þannig að ég skal alveg skila kveðju frá honum og ég er aldrei vitað um að ég bara standi við þetta. Við hefum kannski ekki verið ofmiklið þorðagleði. Jú. Við skulum bara hafa þorðagleði, það er bara... Palli Sveins, þetta trommarinn í hjörtu fötu. Höfum það bara þannig, við bara rævalriðir sem að kannski voru aðeins að grabba sá helgina. Ég er eiginlega viss það að þeir hefðu verið allir tilbúinir að svissa úrslitum á laugardeginum og deginum í dag. Og ég viðurkenni það, ég átta mig ekki alveg á því. Ég fengið óvenju mikið bögg frá United vinnum mínum í lífinu síðustu dagana. Þeir hafa greinilega, ég held þeir hafi svolítið til þess að vera að fara að vinna einhvern stóran bikarúrslitaleik helgina, en ég reikna nú með að einhver er að heilsa mér á morgun, kannski ekki allir, ég er ekki viss það. Ég er með þess að búin að vera að taka við böggi frá frændfólki í þínu Steini, þannig að þetta hefur nú verið ágætis. Það er gott, það er mjög gott. Þú getur farið að fara á hellinum allavega núna, ekki? Við getum orðað það. Ég meina, á meðan að frændfólki mitt að bögga þig, þá lætur það mig í friði. Þannig að það er bara mun betra það sé bara, og bara, ég ætla bara að senda fleira á þig. Já, ekki. Jú. Það er gaman að þessu, nei, við ætlum nú kannski ekki að fara, við höfum kannski ekki efnaði að fara mikið út í þorðagleði, við förum meira kannski í þessum þætti yfir leikinn helgina. Ég vil samt bara minna það eftir þessa hörmungarhelgi sem að gat alla verið mikið verri fótboltalega og maður átti bara erfitt með að horfa á fótbolta og sunnudag og bara eftir allt þetta óbræði munni þá bara, ef maður bara tekur stöðuna bara blákalt í dag eftir þessa hörmungarhelgi, þá hún bara þannig að Man United og Liverpool eru bæði í meistaradeildarsætum fyrir meistaradeildina á næsta ári, en Liverpool í meistaradeildinni á þessu ári en ekki Manchester United. Þetta bara einföld og bara
staðreynd bara sem við bara stöndum frammi fyrir og verðum bara að sætta okkur við. Þessi þáttur að fá svolítið allt annað átlúk heldur en undirbúningur fyrir hann, sko. Það eiginlega bara fáránlegt. Maggi, ég byrja þegar því að talandi um þetta. Ég ætla að koma smá létt með þetta í byrjun til að létta andan. Halda upp á það. Þetta ég sá einhvers staðar í dag, og skemmtilega frétt á Vísi minni mig að elski boltinn í beinni útsendingu, hann á afmæli í dag. Þetta fyrsti leikurinn 82. Manstu eftir því hvort þú hefði séð það? Já, algjörlega. Ég man þessi leikur, þetta var mikil upplifun á mínu heimili, austur á Héraði. Þetta var mjög mikil upplifun og ég man hvað þetta var skrítið. Ég bjó svo vel að foreldrar mínir höfðu 2 ár verið að kaupa fótbolta vikublað, þannig að maður var búinn að lesa allt og mikið og búinn að læra sko liggja á ykkur BBC og þessa gömlu þætti. Þannig ég man það alveg bara ennþá hvað þetta var óraunverulegt. Og ég man, svona momentin þegar við jöfnuðum í þessum Tottenham leik, sko, svona moment sem ég held að maður allavega í þessu gleymi ekkert frekar, en svo var fyrsti deildarleikurinn líka Liverpool, eða Ipswich Liverpool, og Dalglish setti mark þar. Þetta svona mörk sem maður einhvern veginn hafa einhverja snertingu í raunveruleikanum. Ég man mjög vel eftir því þegar það var náttúrulega bara, ég man ekki hvort það voru fréttir eða hvort það var barnatími sem var að byrja. Þegar framlengingi var að byrja, þegar föttuðu það ekki að kaupa, ég hef spjallaði við Bjarna, þetta var ekkert meðvituð ákvörðun, bara gaurinn sem keypti leikinn, hann hélt bara að það væri 245 mínútur og bara keypti ekkert með, og því var ekkert breytt, það átti ekki gerfinött. Þeir keypti þessi slott í gerfinött bara akkurat sem það var þessi 2 tíma sem voru, þeir voru eitthvað að reyna, þetta var alltaf löngu fyrir internet, þannig að menn voru að reyna að hringja í einhverjar útsendistöðvar út í heimi, sko, og bara einhverjir bavíana frá Íslandi að útskýra það, we didn't know, en ég man að það var svona ákveðin léttir, og svo kom þetta, ef ég man rétt, þá var það kynnir í svona atriðum á milli í barnatímanum, sagði, nú, geta maður þessa staðan í leik Liverpool og Tottenham nú 2-1, þannig að þetta var eiginlega bara svolítið léttir, maður var svo stressaður og spenntur, sko, þetta var einhvern veginn bara allt í lagi, þannig að þetta var mjög eftirminnilegt moment, þessi fyrst útsending, og ég, eins og segi, bjó alveg að því að foreldrar mínir, þetta var alveg aldinn veisla þarna sem ég man mjög vel eftir og bara klárlega hátíðisdagur. Þeir komum með þetta Maggi, þegar varst að reyna að hringja í RÚV hana, var það 3 stuttar og 2 langar? Þú skalt ekkert gera þetta því, Sigursteinn. Ég fór austur á Hérað og það var þetta svoleiðis. Við vorum stutt, löng stutt. Og Stefáni á símstöðinni þekkti mann alveg, ertu að fara að hringja hann af en vinnur? Svo beið maður með að Stefáni á símstöðinni hringdi norður og svo sagði það símtal frá Garði og Eiðum. Þannig að það var bara nýbúist henni minn. Svona maður og gaman. Ég sá talað aðeins eldri en þig, ég sá hvernig voru eitthvað að tala að það var oft eftir King Kristján Már Unnarsinni, hann eðlilega vildi senda aftökusveitir á það sem að stoppa útsendingu. Ég ekki tróði að maður hefði bara, ef þetta væri í dag, þá væri líklega viðkomandi bara tekin að lífi. Og á þess að sérstaklega einhver eftirmál væri af því í rauninni. Það er mjög gaman að heyra Bjarni fyrir lýsa þessum degi. Þegar við fórum að fatta þetta væri bara framlenging. Hvað gerum við þá ef það verið framlengt? Og það var bara allt lokað þetta. Herðu, gaman að þessu. Maggi Þórarins, við kannski byrjum frekar á leiknum helgina. Tilfinningin eftir þennan leik, og kannski ekki fyrsta skipti núna undanfarna árum móti Manchester, þetta svolítið eins og þegar Liverpool hefur verið að tapa stigum móti Tony Pulis, Sam Allardyce og Roy Hodgson, finnst mér. Ef mörk United kannski styðja þetta í þessum leik, er þetta sanngjarnt eða er Mourinho að taka Klopp á okkur uppbóni í taktískum sigri? Já, ég veit ekki með uppbón, sko, en já, hann er að vissu leyti að taka refskák á okkar mann, Klopp, sko, og ég held að auðvitað verðum við aðeins að velta fyrir okkur eftir svona niðurstöður í toppleikjunum núna á útivelli í vetur að hvort að nálgunin sé alveg rétt hjá Klopp, hvort hann sé aðeins og opinn eða hvernig það er, að því að við erum alltaf mjög glaðir þegar við erum að fara að mæta liðin sem að vilja spila fótbolta mót okkur og opna sig, þannig að við getum sótt á þá. Að samaskap erum við alltaf einmitt að kvíða fyrir Allardyce, Pulis og Hodgson, og svo mætum við bara meistara þeirra nálgunar sem Mourinho,
og Klopp hefur ekki tekist að vinna að minnsta með United sko, það eitthvað skárra rekord aðeins aftar með Chelsea og Real Madrid og Dortmund og blöndu því öllu saman. Ekki deildinni, hann hefur tekið henni í Evrópukeppni. Já, en sko ekki deildinni. Nei, var það Mourinho, þetta mann það ekki alveg. Það var kannski ekki Mourinho. Var það nokkuð, var ekki bara Van Gaal eða? Þetta var einungis annar sigur Mourinho á Klopp í sögunni, hitt var Real Dortmund í undanúrslitaleik þar sem Dortmund fór áfram. Já, en það mikið, núna höfum við spilað við á 4 sinnum síðan að Mourinho og Klopp hafi verið með heil tímabil í deildinni og það eru 3 jafntefli og núna svona tæft tap og Mourinho hefur öll skiptin lagt upp með sömu taktík. Hann hefur öll skiptin bara verið tilbúin í stórmeistari jafntefli og svona eftir að við í fyrri leikjunum núna þá vorum við að fá á okkur sko 14 mörk í sko samtals á móti City, móti Tottenham, móti Arsenal og núna móti United. Þetta eru 3,5 marka meðaltali í leik og við verðum alltaf að spyrja okkur ekki bara, þú veist, við viljum alltaf sjá yndislegan blitzkrieg gegenpressen alveg sókn og skemmtum frá upphafi en kannski alveg 2-3 leikir á ári sem við ættum bara að sætta okkur við það að bakka og beita skyndisóknum þannig, þú veist, og taka þá nálgun, vera dálítið praktískir af því að fyrir þessi leikur fyrir okkur var dýrara tapunum jafnvel heldur en það að vinna þó við höfum komist upp í annarsætið þá hefði bara verið 1 stig undan United en fyrir vikið eru 5 stigum eftir sko. Þannig að við höfum eiginlega meira að tapa en þeir. Þeir þetta á svo kallar 60 leikur sama pæling á þeir? Já, mér finnst vera að búið að gera svolítið mikið úr einhverjum taktískri snill hjá Mourinho. Hann fær þarna í rauninni á silfurfati þetta fyrsta mark og hann bara alveg eins og hann hefur verið að gera mótið Sevilla í meistaradeildinni og bara flestum af stærri leikjum. Hann bara pakki vörn. Það bara pakkaði vörn og vonast til að ná einhverju breyki, að Lukaku ná einhverju bolta niður til að senda í gegn og þarna bara gjörsamlega svaf Trent Alexander-Arnold á verðinum í þessu fyrsta marki í tvígang og þetta bara risa einstaklingsmistök sem að bara, menn læra þessu vonandi en við þetta þá náttúrulega bara breytist leikurinn og þeir bara leyfa okkur að halda boltanum bara nánast endalaust og mér fannst í rauninni á margan hátt svona það sem að fór mest svona manni finnst svona verst svona eftir leikinn hversu margir af okkar mönnum voru að eiga bara mjög slakan leik þrátt fyrir að vera með bolta svona mikið. Ég hef aldrei séð til dæmis þetta langversti leikur sem ég hef séð hjá Oxlade-Chamberlain síðan hann kom og hann var bara einhvern veginn ekki í syngi. Það bara sendingar, ákvarðanataka, allt það var bara off hjá hann. Trent þarna í þessum tilvikum algjörlega off. En svona heilt yfir að þá fannst mér ekki á spili liðsins að þarna væri Liverpool að spila á móti næsta eða þriðja dýrasta liði í heiminum á þeirra heimavelli. Þetta var eiginlega bara svona ég hugsaði ofta á meðan leiknum stóð bara hversu langt fjallumenn í rauninni tilbaka þetta lið eftir að Alex Ferguson hætti. Þetta ekkert smá í rauninni hrun. Þetta hefðu við aldrei séð hjá Alex Ferguson í þessum stóru leikjum að bara liðið þyrði bara ekki að halda boltan. Það þyrði bara ekki að spila fótbolta. En þarna komast þeir fyrir mistök 1-0 yfir og þá bara, og þetta náttúrulega ekkert nýtt undir sólunni. Mourinho kann þetta bara stjóra best. Loka svæðum, loka bara, þetta eins og margótt hefur komið inn og Tony Pulis ríkamannsins. Þannig að það voðalega, þetta fullt og alltaf en síðan horfum maður á atvik eins og hjá Virgil van Dijk sko.
Mér minnir að hafa verið í stöðun 1-0 þar sem hann hittir ekki boltan inn bara, hann náðast inn í markinu, skallafæri 1-1, allt annað setup. Þannig að það auðvelt að vera vitur eftir á hann. Markið þeirra líka 90 sekúndur seinna, sko. Já, það fyrir utan, sko. Þannig að þetta bara einn af þessum dögum og maður var alveg bara hundfúll og ennþá hundfúll með þetta. Það alveg sama hversu vel Man United tapar fyrir Sevilla, þetta var samt fúlt og ennþá fúlt. Já, ég kannski bara að grípa það sem Steinar lýsa, mér finnst kannski, það eitt með þessi mörk, en ég, sko, mér fannst United liðið alltaf, sko, þeir voru alltaf sáttir við 0-0 og það okkar að vinna í gegnum það, fyrir utan þessi mörk sem voru alltaf klárlega uppsett og það var alltaf, kom mér svolítið óvart að eins og reyndar ég sé í einhverju sett vitna í Carragher því hann var að lýsa á Sky og þeir bara svissuðu ekki bara, Van Dijk fór ekki á Löfren með í þessu marki en mér finnst náttúrulega ekki síður verðum við held ég að horfa á það að við fórum í rauninni aldrei í gegnum vörn Manchester United í leiknum og það var að mínu viti vegna þess að við vorum að raða upp í úrvalsliðin í United og Liverpool og þú veist, ægin sem að þeir félagar sko náðu að setja upp í varnarleiknum sem er, ég alveg sammála því að Steina Steina, þú veist, að meina liggja tilbaka og allt það, en þetta var vintage Jose Mourinho og ég hef ógeðslega leiðilegt og mér finnst að segja það, Ashley Young og Anthony Valencia fóru aldrei fram fyrir miðju, þeir voru bara pökkuð á okkar mönnum, vissulega átti Young að fá sér víti, þetta eina skipti sem við getum breytt miklu, sem við getum alveg talað á eftir, en Ashley Young var alveg eins og skugginn í skónum hjá Mo Salah og Valencia var algjörlega sama þar með Mane. Firmino var að vinna í gegnum 4 gaura, báða hafsendana og þennan McTominay og Matic og þessi 6 manna varnarveggur bara sá til þess að við fórum aldrei í gegnum það og það fannst mér ekkert síður vera vintage Mourinho og hann byrjar, að þetta kom mér mjög óvart eins og ég spáði, ég held að United kæmi svolítið bara á okkur því veikindleikarnir okkar hafa verið varnarlega og þessi leikur er í 4-0 örugur megin en þú veist, ég sammálað öllu því sem Steinar að segja hvaða leikmenn voru slakir en það var líka bara vegna þess að við vorum lungan úr þessum leik að sækja 4 á 6 þú veist, bakverðinni fóru aldrei fram, hafsendandi fóru aldrei fram, miðjumenni fóru aldrei fram en við skulum samt átt okkur á því að því Steini talar Van Dijk skallan, ég meina sangjör staðið hálfleik hefði verið 3-1, já, Mata náttúrulega klikkar á besta færinu þeirra. Þannig að fyrri hálfleikurinn var einhvern veginn þannig að við fórum á mínu viti ekki alveg að ráða við það sem við að gera og ég held að í sjálfu sér, þú veist, fyrst að Mourinho tók þetta þarna og náði að einhvern veginn að gera þetta þessari yfirvegun og stoppa svo list, þá bara svolítið segir það okkur, en einhver fór að góta mig á Twitter með Coutinho, ég er ekkert endilega sammála því, en við þurfum bara þegar þetta er gert svona, þegar við sjáum bara þess eins og Salah var bara beinlínis tekinn úr umferð, sko, þannig að handbolta Young var bara á honum allan leikinn þú veist, ef hann hefði hlaupið út af í hálfleik þá var Young eldan, sko og það er einu sinni komst hann fram hjá honum, við komum að því kannski ég sagði það á það, þetta víta umræðin sem að Salah átti bara detta á víti, ég er sammála því en þú veist, það var ekki dæmt og við getum svo sem ekki fundið út úr því en mér fannst, sko ég er alveg sammála Steina og ég er alveg búin að spjalla við ágæta vinur mína þetta United lið að sætta sig við það að vera 32% með boltana heimavelli þú veist, en við getum að mínu viti ekkert einhvern veginn litið fram hjá því og talaði með einstaklingsmistök bara, þú veist, við fengum gefinsmark, alltaf þessi bolti var aldrei að fara neitt nema bara í næsta hafsend og í hendurnar á DG sem að bæi skora hérna sjálfsmarki, sko. Þetta er þetta geggja mark hjá honum, hann var að eiga það. Já, en skiljið, mér fannst, þú veist, alveg sammála Steina öllu því að United er komið á einhvern stað sem að mér finnst skrítið sjá Kristján alltaf lýsti þessu svolítið með það að þeir var á Stjörnur og vinna bikara í ár verður þeirra vantarlega möguleiki að vera í öðru sæti, þeir eru ekki ennþá í FA-bikarnum, ég er ekki fylgst með því en það er auðvitað ekki það sem að þeir voru að fá Mourinho til að gera og þetta út úr 16 liðum út í meistaradeild fyrir Sevilla er ekki það sem Manchester United var að tala þeir voru lýstu hérna drættinum sem svona eina óskæðdrættinum sínum, sko en hann gerði bara þetta og þetta er það sem að þeir sættu sig við að gera og vinna okkur þannig og meina í seinni hálfleik, sko
ég veit ekki hvernig tölfræðin var þar allir, við hefum ekki verið nálægt 80% með boltan í seinni hálfleik, en vorum bara einhvern veginn aldrei farið gegn það og ég náttúrulega fer ekki dóna því, menn á næsta ári þá held ég að við verðum líklegir til þess að ná að taka svona lið þegar við verðum komið með Naby Keita í liðið okkar. Mér fannst við svolítið vera að horfa á það sama, við sáum heima móti Chelsea þar sem að þeir voru rosalega massífir aftan og voru bara búin að svolítið pakka okkar púka og það alveg viðbúið að, þú veist, ef ég væri að fara að vera vottorðmaðurinn núna í næsta leik, þá myndi ég bara segja við bakverðina mína, þú ert aldrei að fara í sókn, vertu bara eftir þessum gaurum. Því að það, auðvitað náttúrulega þeir ekki með sömu gæðin eins og Ashley Young og Anthony Valencia, en það má ekki, mér finnst að við eigum ekki að gera lítið úr því að, þú veist, enn einu sinni hefur Mourinho tekist að búa til lið sem að sætti sig bara við að standa í vörn í 90 mínútur og vinna leiki. Það verður, og þannig var þessi leikur, hann stóð í vörn í 90 mínútur og vann leikinn með löngum boltum sem að var ástæðan fyrir því til dæmis að Real Madrid lét hann fara. Hann var að spila sömu taktík þar og þeir voru ekki tilbúinir að Real Madrid þeir komin í þennan fótbolta meðan hann nær einhverjum byggurum og einhverjum svona úrslitum að þá sennilega dugar United mönnunum það, en auðvitað, ég segja aftur, ef þú horfir í gegnum vikuna okkar og hún var vond, að það verður erfiðar að mæta æfingu hjá Manchester United í fyrramáli heldur en Liverpool eftir þetta. Að því sögðu, þá það að hafa verið búin að tapa þessum leik og missa Tottenham upp fyrir sig og Chelsea búið að vinna sinn leik, og þá náttúrulega orðið stuttnir í þetta 5. sæti. Þannig að því leytinu til hefði náttúrulega verið geggjað að vera bara með 1 stig frekar hvað þá 3, því að við eigum eftir að fara á 2 erfiða útivelli, meðan að mann síðust prógramið á Chelsea að verða frekar svona léttara og við erum bara í alvöru keppni núna við Chelsea og Tottenham 2 sæti, þar sem Tottenham við dottið út úr meistaradeildinni og Chelsea getið dottið út úr því eftir, þannig að þetta voru vond úrslit fyrir okkur, fannst mér, þó að þú veist, þetta sé ekki einhver heimsendir eða einhver svona einhver ástæð til þess að skalla veggina og hvað þá allt þetta góð sem við kannski verið að upplifa sjálfur, sko. Nákvæmlega, Maggi Þórarins, sko, ég held að við þurfum ekki að takla með varnarleik mikið betur það, ég meina það, við erum ekki að staldra mikið við þessi mörk, þannig setur við útspörkum að, sko, Kloppa brjálaður ef við bara heildar varnarleik liðsins, Lovren tapar loftur móti Lukaku og við vinnum ekki seinni boltana, Trent Alexander 19 ára biðst afsökunar eftir leik og þurfum kannski ekki að taka hann að lífi, ég held, erum við ekki búin að cover þessi varnarhlutan ágætlega þessu sinni, en sóknarlega Maggi, fannst mér Liverpool eins og Maggi talar Magnús Þór talar sóknarleikur Liverpool náði aldrei flugi og við náttúrulega, það gat ekki farið verð, uppleggi ónýtt eftir korter, en finnst þið Klopp hafa gert ykkur mistök í uppleggi Liverpool, helst þá var ég að horfa til dæmis á Ox og Milner byrja saman á miðjunni, ekki til dæmis fyrirliðin. Já, og þá kannski eru mistöki gerðir á móti Porto, fyrst að ef hann tæpur eða akkur hann á bekknum, kannski það bara val þjálfarans að Henderson ef hann átti að vera á bekknum. Mér finnst það persónulega, ég hef alltaf viljað sjá Henderson, ég finnst hann alltaf dálítið vanmetinn hjá mörgum stuðningsmönnum Liverpool, en ég hefði alltaf viljað sjá Henderson hann inn á miðjunni, hann dreifir boltanum metur en til dæmis Milner eða Kahn og við, eins og Steini benti á, við vorum ekki alveg líki sjálfum okkur hérna í byrjun leiks, við vorum að gera auðveldar feilsendingar og allt svona og þá hefði verið gott að hafa fyrirliðan, það litið upp til hans innan liðsins og það menn geta alveg hérna gert lítið úr því sem að meta hann minna, en ég meta hann mikils og þegar hann á góðan leik, þá á oft Liverpool góðan leik og ég hefði viljað hafa Henderson inn á miðjunni, bara engin spurning og varandi liðsval Klopp í þessum leik og þetta náttúrulega vissuleiti eftir að spekja ef við hefum tekið frábæran sóknarleik og Trent Alexander-Arnold hefði lagt upp mörg þá hefði við nú verið að ræða okkur Gómez var ekki varnarsinnari bakvörður en Trent Alexander-Arnold sókndjarfari og hann miðjumaður upplæg og Mourinho skynjar blóð í vatninu og hann herjar á veikleikan í okkar liði og beitir bara taktík sem að Húllier hefði verið stoltur af með heskja blikkunum. Er þetta ekki eitthvað sem öll lið hafi verið að gera sem undanfara á þess að kannski hafi tekist fyrir núna, Gegn okkur þá, eða? Já, hefur ekki verið herjað á Trent núna alveg í flestu leiki sem hann hefur spilað,
Jú, en við erum bara að tala um meiri gæði, við erum bara, en þessi náttúrulega, og annað spennustig í þessum leik, það ég held að þetta stóri, erfiðasti leikurinn okkar á hverju einasta ári, og spennustig þarna allt annað, enda Trent Alexander-Arnold stóð sem prýði á Old Trafford í fyrra, og árinu yngri, og átti bara toppleik þar, þannig að það ekki alveg hvað var maður að segja, ég hef ekkert á móti því þegar ég sá hann í uppstillingunni, hann búinn að vera góður framan af, þannig að einhver leyti það eftir á speki, en ég held bara svona, ég held að kannski Klopp hefði alveg betur mátt lifa við það að hugsa hvað Mourinho var að hugsa, hann var sáttur við jafntefli, gátu við ekki bara verið það líka jafnvel, og kannski byrja að sitja aftur og sjá hvort að Old Trafford ekki pirraðir, og þegar við sætum aftur og United hefði þurft að sækja, því að í kvöld sjáum við að Sevilla í þeim sporum að þeir liggja aftur á móti United, og United þurfa að sækja sigur, og þeir eru bara ekkert svo góðir í því á móti góðu liði, þannig að já, einhverju leyti finnst mér þetta tapa tækifæri en svona í uppstillingun, en maður á ekkert að vera of mikið eftir á spekinu með þetta, það bara oft ósanngjarnt, sko. Þetta voru mistök, einstaklingsmistök, og við bara hittum á vondan dag, og þá nú bara því ekkert að vera að blammera menni eða þjálfara hægri vinstur út af því, sko. Steini, ég oft verið að pæli akkurat ef við tökum boltan aðeins þarna, og ég mörgulítið sammála Magga Bilsli þarna, en bara hugsa okkur þetta scenaríu, sko. Nú skulum við leyfa United að hafa svolítið boltan. Hvernig haldið þetta endi? Bara boltin bara liggur á miðjunni og hvorugt liðið vill hafa boltan. Ég meina, þú sérð bara á United, þeir vilja helst bara ekkert vera með það. Og ef við ætlum að fara að keppa við það að vera heldur ekki með það, þá held ég við getum sett ykkur ný met bara í fótbolta. Ja, við sáum kannski aðeins í kvöld svona, hvernig það spilast, þetta ekki, sko. Já, en Þetta er útspörk sem skoruð, það ekki eins og Liverpool hafi verið eitthvað all out attack þegar þeir skoruð sem mörk. Nei, þetta náttúrulega bara eins og, það voðalega erfitt fyrir Klopp að sjá fyrir svefn hjá Trent Alexander í þessu tilviki. Hann bara, verður ekki hvað hann að horfa á. En verður ekki aðeins að gefa hún smábreyk líka, þetta alveg helvíti vel gert hjá Rashford, það má ekki alveg horfa fram hjá því heldur. Jú, auðvitað klárar hann þetta vel og allt það, en bara allur aðdragandinn að þú skulir, það ekki bara að hann gleyma honum þegar hann fær sendinguna, heldur líka lætur hann fífla sig strax á eftir. Þannig að sko, það rauninni allt þarna, en sjálfsögðu á lið alveg að geta fengið eitt mark á sig, en akkurat eins og vorum að tala um á hann, það enn og aftur eftir á vísindi með uppstillingar á liðinu. Ég var ekkert ósáttur við uppstillingun. Ég nefni Henderson Stein út af það, mér fannst það svona eina sem kannski var einhver umræð og svona eina sem stakk ykkur stúð, það ekkert margt annað sem var í boðið þannig séð. Já, ég meina sko, með eins og Trent Alexander, akkur erum eins og með svona margir með svona löng og vondnöfn, Alexander Oxlade-Chamberlain, bara eins og til dæmis með hann búinn að vera virkilega flottur og hann búinn að, og í leik þar sem þú býst við að mótarinn pakki vörn, þá ertu frekar með svoleiðis gaur sem að kann að búa eitthvað til heldur en kannski að vera bara með Gini, Hendo og Can alla saman. Þú ert ekki að fara að halda mikið inn á miðjunni, af því að þá lendum við aftur í þessu sem við vorum að tala um áðan, þá vill bara enginn vera með boltan. Þarna var bara meikaði fullkomlega sens að vera með Oxlade inn á miðjunni upp á að reyna að skapa eitthvað á móti að því að Klopp bara býst við massífri vörn eins og hann bara vanur að fá. Þarna bara, og það mjög erfitt að sjá það fyrir, á bara Oxlade-Chamberlain ömurlega leik og eina sem að ég gagnrýni virkilega Klopp fyrir varandi Oxlade-Chamberlain. Það að akkur tók hann ekki mann greið út af miklu fyrr. Akkur tók hann bara ekki út í hálfleik. Hann var gjörsamlega týndur. Og ef að þú ert svona týndur bara í sjálfstraustu öllu, þá bara alveg eins gott að fara bara á bekkinn og bara pústa það næsti leikur og inn með ferskan mann. Það það sem að ég
enn og aftur ósáttur við Kloppi, hversu lengi hann að bregðast við hlutum inn á vellinu. Hann með 7 manns á bekknum sem hann má skipta inn á. Ekki reyndar öllum, en hann má nota einhvern af þessu 7 hvenær sem í leiknum. Og hann að gera bara rosalega seint og oft á tíðum ekki það kannski erfitt fyrir okkur sófaspekingar að segja illa, en bara það virðist oft vera að virka ekki nægilega vel. Ég vil langar aðeins, sko, ég alveg sammála Steini svo með kloppaskiptingarnar og ég einhvern tímann á einhverju mómenti í þessum leik hefði ég viljað sjá árásina verða stærri. Ég meina eftir við komumst í 2-1 þá fáum við ekki, við náum aldrei upp einhverju pressu, við náum aldrei að nýta okkur það að vera 70% með boltan til að skapa okkur einhver færi. DG þarf ekki að verja skot í leiknum, hef ég mann þetta rétt, sko. Og það það sem að mér finnst vera, sko, að því Steini talar Oxted hafi verið lélegur. Ég held að sé einn partur af því það að við vorum að sækja á 4 leikmönnum á móti 6 allan tíman. McTominay og Matic sátu bara fyrir framann, þeir voru mjög fljótir að stíga Oxted út. Þá voru hvorki bara sendingarnar, Maggi, sérðu sendingarnar og bara... Steini, en á móti, sko, sendingarnar koma líka vegna þess að einu sendingarnar sem við gátum verið að senda voru til hliðar og aftur á bak og þar vantaði Oxted að rífa sér fram úr því. Því að þegar þetta var 6 manna varnarveggur, þá voru hvorki Milner eða Kahn eru hvorir það sterkir sóknarlega að þeir geti verið að vaða í gegnum þessa 2 til dæmis og bakverðin okkar voru heldur ekki að koma ofarlega á völlin, kannski vegna þess að eftir það sem gerist í langaboltanum og þeir voru greinilega stressaður og Trent Alexander var náttúrulega leikurinn var bara of stór fyrir hann ekki tilbúinn alveg í þennan slag. Núna finnst mér og engin ástæða til þess að verða reiður við það, hann réð bara ekki við þennan leik. Ég vil fá hann út af við hálfleik og þess að Milner bara í bakgrunni eða var Wijnaldum voru hægri bakgrunni, það þetta svolítið skrítið. En það sem að mér finnst svolítið einhvern veginn allt í þessum leik einhvern veginn verða svolítið þannig. Við náum aldrei á neinum tímapunkti í leiknum þó við varum með þessa bolta og að pressan okkar að skilja okkur árangri. Robertson, Trent Alexander-Arnold sem eru búin að vera í kringum vítategin hjá andstæðingnum síðustu 6-8 leiki, þeir komu einhvern veginn aldrei þar og þannig að rytminn í liðin okkar var bara lélegur. Finnum okkur einhvern einn sem við getum sagt þessi guður spilaði vel. Mér fannst enginn eftir leikinn geta hort í speil og sagt hérna átti ég góðan leik og þar engin undanskilin einhvern veginn í því þó að við alveg sammála því að Oxlade var ekkert góður. Mér fannst mér finnst erfitt að pikka einhvern góðan og það finnst mér oft vera annarkvort vitlaust spennustig. Við getum ekki litið kannski fram hjá því að við vorum búin að tala svolítið mikið um þennan leik og lentum að undir eftir 20 mínútur og kannski var það bara rangt spennustig. Ég ekki sáttur við að hann hafi ekki gert tilfærslu í hálfleik, verandi 2-0 undir. Ég hefði viljað fá einn skiptingu í hálfleik, einhvert uppbrot og þegar að skiptingin kemur þá það Oxlade út fyrir Lallana. Þannig að hann heldur áfram að vera með miðjumennina á þessu róli þó að við værum í 65 mínútur ekki búin að ná að setja einhverja pressu á Manchester United. Því að þú veist, það fannst mér við einhvern veginn eiga skiluð einhverjum tímapunkti að gera og það eitthvað sem að ég held að ráðist kannski af því að allir virðingu fyrir því að skiptingu að kannski erum við ekki með nægilega mikla breidd eða nægilega góða leikmenn á bekknum til þess að hrista upp í svona varnarmúr og eins og við horfum aðeins á og þetta bara einhvern veginn held ég partur einhverju lærdómsferli að þeir þurfa bara á næsta ári þá verðum við vonandi með Oxlade, Wijnaldum með Keita og kannski bara þess vegna einn öflugur miðjumann. Söknum við ekki Keita rosalega í þessum leik. Og ég hefði bara af því að við vorum ekki búin að skapa okkur neitt færi. Bara eftir við komumst í 2-1, þú veist með sér, við eigum eftir árásina. Hún kom aldrei og svo í lokin þegar hann hendir svo langi inn á fyrir að reyna að setja langa boltann inn í tegin eða verið búið breyta einhver upp. Þarna vantar okkur líka að mínu viti einhvern skrokk eða einhvern sem tekur meira til sín. Svo langi alveg að reyna að kalla langinn, hann var náttúrulega engu snertingu við leikin. Þannig að ég segi svo Steini, ef við ætlum að verða Englandsmeistara og ef við ætlum að verða topp 5 lið í Evrópu aftur, þá verðum við einhvern veginn að geta snúið leikjum betur við inn í leiknum. Það ennþá það sem að í mínu kolli Klopp og eftir að sanna fyrir mér. Við erum ógeðslega ánægðir með leikstilin, ég vil ekkert skipta honum, en mér fannst við aldrei
einhvern veginn ná að nýta okkur það, þú veist, ok, við fengum 13 horn, fáum dauða færi upp á fyrsta horninu, fáum valla færi næstu 13 hornin. Þannig að ég vil líka, við erum með Virgil van Dijk, nú bara tökum við hérna 3 vikna, endum allar æfingar á því að raða tíma í kringum hann og negla hausinn á honum. Veist? Þannig að tölfræðin í leiknum hvað 32-68, 1-13 í hornum, 3-11 í skotum, hún var beinlínis ekki að segja eitthvað svona sem hún ætti að vera að segja, því við náðum að mínu vita aldrei einhvern veginn að virkilega hræra í þessu United-liði, því miður. Það er allavega mér að mitt mat á því. Steini, ég ætla að grípa boltan og koma til þín fyrst. Sko. Við höfum aldrei náð að hræra upp í þeim að ógna um einhverju viti. Samt erum við að tala eftir þennan leik, sko, allavega að fá 1 af einhverjum 3 atvikum sem eru sko, alveg vel hægt að dæma víti og í sumum tilvikum bara hægt að vera verulega fúll yfir að sé ekki dæmt víti. Er ég allar að verja kollegaðina aftur og taka hjartin eftir með okkur í þá? Þá verð ég að öskra á þetta. Veistu að ég horfi það er ekkert mál að stoppa Lukaku og Rashford á sparkið að halda þeim eða verjum að höndum sko. Það er búið að eyðileggja svolítið fótbolta fyrir mér þanniglega sem stuðningsmann eftir að ég byrjaði að dæma svona mikið, því að maður horfir á leikina svolítið öðrum augum, maður er að horfa stundum svolítið með dómaraugum á leikina og bara setja sig inn í hugarheim dómarans og bara hvernig þetta líti út fyrir honum að því að maður þekkir þessar aðstæður sjálfur. Mér finnst það eiginlega bara að summera svolítið upp stöðuna hjá Bretum ef að Pawson með hvað hann er búin að vera að sýna okkur bara í Liverpool-leikjum, engu öðru í vetur, ef að hann er bjartasta vonið þeirra, því að þessi leikur var algjör hörmung, eiginlega bara frá A til Ö. Það eru svo mörg risastór atriði í honum og það voru ekki bara þau atriði, það voru bara litlu atriðin líka sem hann var að valda pirringi bara og gera svo illa. Það er alveg bara, menn er að tala upp 1, 2 og 3 tilvik varðandi víti. Við erum að tala allavega 2 tilvik þar sem menn er að tala rautt spjald. Við erum að tala gulspjöld þar á auki. Við erum að tala að hann stopp. Þetta er svo augljós basic gulspjöld líka sem við erum að tala sko. Alveg bara, þetta er svo basic og með hvað eru margir með augun á völlin, þá er alveg með ólíkindum að þetta skuli horfið bara á þegar að Sanchez tekur og blokkar aukaspyrnuna af nokkrum metrum, bara viljan, vísvitandi að það skuli ekki vera að refsa fyrir þetta, ekki það að það myndi hafa einhver úrslita áhrif á leiknum, alls ekki, ég er alls ekki að segja það, en þetta er bara svo gott dæmi það hvað er að í stjórnunin á leiknum. Hún er bara ekki til staðar og ég veit ekki almennilega hvar á að byrja þessu. Aukaspyrnan, ég veit ekki hvort þú muni eftir, mér finnst það svolítið gefa tónin, aukaspyrnan sem að Emre Can fær á sig, hann er með boltan, missir hann aðeins frá sér, rennir sér, aftur aðeins að maður er komið nokkuð nefn við hann sko. Já, og tekur boltan 100%. Aukaspyrna. Já, það var rauninni fyrsta atrið og síðan eru fleiri atrið, ég meina það ykkur fær hann í punginn í teig, Liverpool brunar upp, hann stoppar leikinn, hann var aldrei að halda utan hausinn og segja neitt. Þetta bara átti ekki að gera þetta. Þetta eru litlu atriði, sko. Já. En víta dæmi, sko, og þetta er alveg, ég veit ekki hvað skal segja, ég meina eins og þetta Fellaini dæmi, sko, þetta er svo mikið fúravíti, það hálfa að vera hellingur. Rashford, hann hafði 3 mjög góðar, ekki afsakanir heldur, góð tilefni til að gefa hann seinna gula. 3 og það kom aldrei. Allt til að kannski að sleppa honum einu sinni. Það var þetta ekki með gult þegar hann fór að fagna upp í stúku og slapp með það, en ég skil hvað meinar. Já, það er þá fyrra gula, en hann tók þarna tæklingu og hann sparkaði boltanum í burtu, þannig að gott og vel, en síðan komum við að þessu með takkana í haus eða maga, eða brjóstkassa.
Þetta var bara fúlt. Það var ekki nóg með að tapa þessu leik heldur átti Pósson alveg bara hörmungardag með flautuna. Það var ekki að hjálpa þessu. Maggi Þórarins, er þetta að tala um að einhver leiti, sérstaklega eins og við tilviki Sala þegar við viljum fá víti og eins til dæmis Trent þegar hann átti séns á hann á Rashford út af með seinna gula, þeir of soft leik með Liverpool? Það ekkert, við sjáum það ekki röfla neitt, það virðist vera alveg plan hjá liðin að hópast ekki að dómarum og þeir ekki að láta sér detta nógu mikið eins og margir leikar sem við erum að spila móti, margir þeirra enskir. Já, það virðist vera og maður alveg heyrt Klopp nefna það alveg einu sinni oftar en tvisvar að hann vill hann krefst heiðarleika frá sínum liðsmönnum og hann vill að þeir sé ekki að röfla í dómara þó hann sjálfur kannski sleppi sér alveg hraustlega á hliðarlínunni þegar við á en það virðist vera að hann leggi upp með þetta og auðvitað þarf maður ofta að velta fyrir sig þessum dark arts þegar við erum að mæta bara hinum dimma myrkra höfðingja sjálfum í Mourinho sko að hvort að smá röfl hér og smá svona aðeins að ýta við dómarunum og láta hann finna fyrir smá þrýstingi sín megin sé ekki bara alveg eðlilegur partur af leiknum og mér finnst til dæmis þó ég nefni aftur hendur svo mér finnst hann hafa verið allir duglegur í þessu svona í seinni tíð sem fyrirliði að láta aðeins dómara finna fyrir þrýstingi og ég held að dómara hlusta aðeins á hann að því hann er einlendingur, alveg svo dómararnir eru en auðvitað náttúrulega Pósson átti alveg agalan leik og þá erum við ekki bara kannski að horfa í þessi stóru atriði sem að mista af. Ég get alveg fyrirgefið greiðu dómarunum að því að maður getur alveg séð þetta sömuleyti frá þeirra sjónarhóli að missa af, sjá ekki alveg hreint hvort þetta sé tog eða ekki og dómarar eiga ekki að dæma nema þeir sjá þetta 100% sem víti. En þá vill maður líka að sama skapi að enski dómar og Pósson sjálfur séu sjanka með sjálfur sér á milli leikja. Þeir séu ekki að dæma eins og þeir dæmdu þetta ofsalega litla víti gegn Everton en dæmi svo ekki í þremur víti hjá okkur. Og mér finnst það er svona oft mikill hroki finnst mér oft í dómurunum og Maggi skólastjóri verður nú að fyrirgefa mér það en að það er svona ákveðið svona skólastjóra syndróm finnst mér hjá dómurunum á Englandi. Að þeir vilji svona vera þeir vilji svona aðeins svona deila og drottna og messa yfir og kenna þessum milljónamæringu sem að spila þarna á vellinum lífsreglurnar og hvað þarf að ræða mikið við menn áður en þeir fá gulspjöld, þetta eru atvinnumenn þeir skilja gulspjöld, þeir þurfi ekki tiltal, bara látið leikinn ganga og svo bara fylgja eðlilegri línu, það á ekki að blása í meiðslu nema þessi höfuðmeiðsl, nema að klofið á Smalling, það er náttúrulega kannski Dickhead eða eitthvað, ég veit ekki, en þetta er ekki höfuðmeiðsl, þú blæst ekkert á þetta, hann fer alveg út og suður í dómgæslunni. Þetta er reyndar ný punkt, ég var ekki búin að hugsa út í þennan punkt reyndar. Þetta gætu hafa verið höfuðmeiðsl. Þetta getur verið neðri höfuðmeiðsl. Já, ég tek tilbaka. En ég kannski, skólastjórinn náttúrulega fróður dómgæslunni, ég kannski vísa þessu yfir á hann. Já, maður ekki tekur við boltanum. Þú klárar dómgæslu. Já, þetta skólastjóra syndrom, ég veit ekki hvernig skólastjóri fyrir austan fjall. Við hérna í Reykjavík erum aðalið því að styðja fólk og kenna því, sko. Þannig að það er ekki skólastjóra syndromar þess að við könnumst við, sko. En ég sagði ekki orð, sko. Ok, já. Enskir skólastjórar. Já, enskir skólastjórar. Herðu, sko, Steini, svo sem sagði þetta alveg allt. Þetta er bara enn einu sinni, ég meina þú skrifaði fínan pistil í Einar minn sem að mér finnst vera málið. Ég hef ekki nennt að horfa á þennan leik aftur og ætla ekkert að horfa á honum. Þetta var 100% víti, hendin á Valencia. Dómarinn tók gamla góða því Sala datt ekki, þá var það ekki víti. Mér fannst í einni endursýningu, kannski ekki endilega mesta víti vera þetta sem Steinir að tala um, en ég hef ekkert hort á það aftur. Tvent sem við ætlum að enda þetta á.
Maggi, þetta með Sala, bara örstuð, þetta ekki samt ástæðan fyrir að leikmenn eiga að dífa sig? Ég meina, sko, þetta en sko aftur, og ég ætla ekki að klikka út með það, að því að ég er búin að, það er svo margir Liverpoolmenn búin að standa og öskra hérna og vísa einhverja síður alltaf. Þetta er bara ástæðan fyrir því að ég er búin að vera að garga á video assistant referees. Þetta er bara svo mikil þvæla, sérstaklega í svona leik eins og við erum að tala um þarna, þar sem að mér fannst leikplanmúrinu ganga upp. Auðvitað gengur leikplanu upp og ég nenni ekki að vera í einhverju væli, ég er svo Steini, flautandi og flaggandi og veit að dómari gera mistök. Craig Pawson er ekki að mínu viti tilbúin að verða svo dómari sem hann lætur hann sé. Ég skilst þetta síndælt drengur, hann kom hérna, hitti dómara og var bara ágættu spjalli. Þetta er ástæðan fyrir því að í leik Manchester United og Liverpool eiga að vera einstaklingar sem eru bara með puttan á púlsinum og segja, heyrðu, Craig, víti, núna. Það hættum þessu kjaftaða mistök sem ég hluta af leiknum og þetta er jafn mikið og við erum að tala hérna áðan að ég er að segja að mér veist Mourinho við töpuðum uppleikinu en við áttum allan á eitt víti og ef við göngum á frá því auðvitað getum aldrei sagt það þannig því að kannski var staðan eða orðið 2-2 að United komið úr og skora sigurmarki í lokin en það er alveg algjörlega ljóst að svona atvik í svona jöfnum leikjum í svona stóru dæmi við erum að tala um hundruðir milljóna sem að horfðu á þennan leik og mínir hörðustu United-vinnir viðurkenna allavega hendin á Valencia. Þetta kjaftaði og holsi að þetta voru stuttufæri, þetta er algjör þvæla, þetta er hönd í bolta, líkamstaðan er óeðlileg, þetta er alltaf víti. Og þannig að video assistant referees verður að koma inn þó það sé ekki hægt að taka það í leik Einherja og Reyni Sandgerði á Vopnafirði næsta sumar. Í svona leik þá verður að vera vídeokall sem segir, hey Craig, víti og hann bara fer og dæmir vítið. Þetta er hvað þá ef við horfum á ævintýrin sem við höfum að ræða á eftir sem að sko maður eins og Carragher lendir í, þetta er tilfinningaleikur, þetta er stóri leikurinn fyrir svo marga þarna að láta svona mistök sem að ég er alveg sannfærður að þegar Craig Pawson settist niður og horfði á leikinn og fór í gegnum það ég er ekkert að trúa því að það skiptir máli hvort að maður fættur í Manchester eða ekki. Það er fullt af góðum dómurum sem maður fættust í Reykjavík sem dæma hjá Káur og Val og allt þetta því og Steinn er ekkert betri dómari af því að hann fættist á Hornafirði ekki sko. Það kannski geti hjálpað. En ég hef ekki trú á því. Ég er alveg viss það að Craig Pawson horfði á hana leik og sagði bara, ég var næri búin að segja F-orðið, bara fjandinn, hún sagði íslenska F-orðið. Þarna átti ég að dæma öðruvísi. Þannig að bara, please, inn við var og hættum þessu röfli eitthvað annað. Við viljum ekki láta umræðum svona góðan fótboltaleik fara í þetta plan sem er alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að bæta við neitt sem Steini var að segja, hann talar alveg fyrir mig varandi þessar ákvarðanir og mína Pawson. Maggi, bara örstuð kottu inn í skjalið, þú skilur þetta vonandi, en Steini, þú með loka orðum þetta, ég veit að þér. Ég byrja að segja, ég er reynda fæddur á Selfossi. En já sko, ef við tökum bara, og það er kannski leiðilegt að vera að taka bara, en þetta er svo gott dæmi, ef við tökum bara þennan einstaka dómara og bara atriðin sem við erum búin að vera að fara yfir sem voru í þessum leik. Hann dæmdi þessa vofu vítaspyrnu á Everton og er sjálfur búinn að segja að það hafi verið bara rangt. Þetta var bara aldrei víti. Síðan sjáum við hans í þessu var hlutverki í bikarleiknum á móti West Brom. Og þar er 2 vitleysunum hjá honum snúið. 2. Risa atrið er snúið af því að hann er með vitleysunum vellinum. Eina sem er virkilegt vandamál við þetta er hversu illa hann framkvæmdi þetta vardæmi eða þeir saman, dómararnir. Hann var með Marinir í eyrunum sem er einn af 2 bestu dómurum í Englandi. Akkur í óskopunum tók hann svona langan tími í þetta. Akkur kom bara ekki, hey, Craig, þetta er víti. Ok, ég flauta víti. Hey, Craig, þetta var ekki mark. Ok, dæmið þetta af. Í staðið fyrir hennar sirkus. Já, en ég meina sko, nú erum við að tala um efnilegasta dómara Bretlands eyja sem menn vilja meina
nú erum við bara að tala Liverpool-leikina, bara síðustu örfáu vikur á mánuði. Ég fæ líka að þetta eru eftirminnilega atvik, ég hjálpa það sama dómaranum alltaf, Jesus Christ. Allt sami dómarinn, hann sko, það komir ekki, hann að lenda í flokk með fyrirverandi vinum mínum, Kevin Friends. Mér langar aðeins að bæta við með varið, sko. Ég alveg 100% sammála nafna mínum og Steinar líka, því að við erum með ekki bara milljónir áhorfendur allan heim, heldur líka milljarðar í húfi með veðmál og allur gangurinn á því. Mér finnst bara ef að hægt að hafa hlutina rétta eða sem réttasta, þá eigum náttúrulega að gera það og það hefur verið hingað til verið framkvæmd enskra dómara á VAR sem hefur verið að klikka og það liggur að spá í hvort að hver afstæða þeirra sé til VAR, hvort að þeir séu bara viljandi að hafa þetta svona lélegt þannig að þessu verið frestað eða hvernig það er en nú er ég aðeins að setja mig í einhverja samsærisstellingar en þetta er svo grunsamlega illa framkvæmt hjá þeim að taka svona rosalega langan tíma í staðinn fyrir eins og þú segir að þetta er í eyranu, treystu marinn er í eyranu eða hverjum sem er í eyranu á þér til þess að segja þarna er víti og bara dæmdu það eða rautt spjald eða hvað sem það er og þeir hljóta geta leyst þetta þannig að þetta verði boðlegt og leyst á 30 sekúndur til 1 mínútu. Ég bara trúi ekki öðru. Strákar, þetta er hárrétt hjá okkur og við stoppum dómaraumræðinni í bili, við erum aðeins að falla á tíma með við svona dagskrá hjá okkur, það er ekkert stressa. Steini, ég kem til þín, við kom eftir þennan leik, tölfræði yfir það að United og Liverpool eru núna með jafn mörg stig síðan að Klopp tók við Liverpool. Það eru 98 leikir og þau eru bæði með jafn mörg stig og það er nú ekki glæsilegt, þau eru í 4. og 5. sæti held ég yfir liðinni deildina á þessum tíma. Spurningin eftir þennan leik og við náttúrulega miðað við hvað Manchester hefur mikið forskot á okkur, bara hvað verðmæti hóps og launapakka og annað svona í huga. City þá? Nei, Manchester United, bara svona Liverpool og Manchester bara núna og þannig ekki með að vera Manchester, vá, ertu gulli? Viltu fara upp á svið með þetta? Ég get rettaði sviði, sko, það er bara gott. Manchester eru 2 lið, sko. Myndi ekki borga minna það, sko. Þetta kemur ekki einu sinni vertin, sko. Þetta er bara klukkan 3 á mánudegi eða loka, sko. Herðu, Maggi, ég kendi þín, þú ert með meiri þroska í þetta til að... Nei, Steini, 98 leikir núna búnir og segjum að Klopp og Mourinho verði báðir áfram sem við nú alveg kannski ykkur að líkur á, allavega öðru tilvíkinu. Hvernig sérðu þetta inn við svona fyrir þér í framhaldinu? Hvor heldur til dæmis að sé líklegri þá til að fara upp á við og hinn og hvor ekki? Við erum alltaf að hafa í huga að Manchester er sko með verðmæti, kaupverð leikmann er eitthvað, ég held að lesa þetta þessi 44% herra heldur til dæmis í Liverpool í dag. Já, það er bara náttúrulega að fara að halda áfram og við erum ekki að fara að eyða sömu fjárhæðum og Manchester-liðin. Það er bara, við vitum það bara og það þýðir ekkert að vera berja hausnum við steinu með það. En það sem að gerir mann svona von betri, það er bara það er ekkert rosalega mikil bjartsýni í hausnum á manni svona gagnvart möguleikum okkar manna næstu árin. Það er bara spurningum að það komi eitthvað svona tímabil sem að það opnast eitthvað glæta til að ná þann inn því að munurinn er það mikill á svona fjárhagslegum styrkleika þessara liða og ég sé það ekkert breytast á næstu. Við erum ekkert að fara að ná að challengea hinn liðin varðandi hópana í peningum. En það sem að gefur okkur góða von er að það virðast vera flest kaupin og nánast öll sem að Klopp er að gera eru að heppnast svona á Dortmund-háttin. Hann er með mjög lítið af púðurskotum og ef það heldur áfram þannig þá getur hann alveg verið þarna uppi að berjast þessa titla. En
Ég allavega myndi samt halda í dag með að við gæði fótboltan sem að liðin að spila og ef þú spyrð þrátt fyrir að hafa eitt miklum fjárhæðum í liðið undanfarin ár og reyndar nokkru stjórar hjá Man United þá eru þeir með miklu fleiri stöður sem að þeir vilja fá nýja menn í heldur en nokkurn tímann Liverpool. Enda líka ef við horfum á leikinn sem var helgina, við erum bara að tala hversu Liverpool spila illa, þeir samt voru að senda boltan sína, þeir voru að spila fótbolta allan tíma og þeir náðu alla snertingun á milli mótherjar okkar. En það sem að þeir voru að gera hluti eins og Swansea gerir mjög vel. Þeir eru að loka svæðum og það eru fullt af liðum sem hafa náð að gera þetta gagnvart Liverpool og fullt af liðum sem ekki með neitt pening. Þannig að ég bjartsýnn á Mourinho versus Klopp þegar við horfum til lengri tíma. Ég væri ekkit rosalega bjartsýnn ef við varum að tala einhvern veginn svo sem ég var skítræddur að myndi taka við Manchester United Pochettino. Ég hugsa að hann geti gert alveg hrikalega stóra hluti með töluvert af peningum. Þannig að höfum þetta stuðstrákar Maggi Þórarins sama pæling hvor verður ofan á eftir 98 umferðir? Já, það er náttúrulega góð spurning sko. Miðað við þess við erum að horfa á í dag hjá félögunum sko. Ég ætla að veðja á ákveðna bráðnun hjá Mourinho eins og hefur nú gerst áður sko, en reyndar hefðin þannig að hann vinnur stundum eitthvað á þriðja tímabilinu og hættir svo. En sko ég sé ekki Mourinho vera yfir City. Ég held bara hans nálgun ekki nógu góð og ég sé hann ekki á næsta ári vera yfir City gegn Guardiola. En Liverpool, bara Liverpool, ég spóið því. Já, það er svona partur að sama meiða því að sko ég held að við erum einhvern veginn að stefna hærra sko. Við erum að reyna að vinna leikina meira en hann, minnst sko öðruvísi sko. Ég held að þetta verði þreytt hjá honum og ég ætla að veðja okkur ofar eftir þennan tíma. Ég held að Mourinho, hann alltaf á borrowed time, þetta tikkar alltaf hjá honum og hann self-destructive þegar þeirra líða tíminn sko. Maggi, við höfum bara að tala þessu tímabili, hvort heldur að fara lengra í meistaradeildinni? Ég veit það ekki alveg, ég veit að United náttúrulega með svo léttan leik, þeir hljóta að fljúga í gegnum hann. Nei, það bara ekki þess. Sko, ég einmitt að því að við vorum með United mann í podcasti síðast og ég einmitt leiði mér að rappa við hann á sunnudaginn eftir leikinn og ég held að höggið sem að kom á Mourinho í kvöld sé töluvert og ég stendi þar sem að ég sagði við Kristján í síðasta þætti að ég held það að það sé ekki alveg jafn mikið tolerans fyrir Mourinho og kannski hörðustu United menn vilja vera að láta. Allavega ég að búin að fá ágætt komment á Facebook síðan mín í kvöldu það að menn hafa verið mjög reiðir eftir kvöldið. Þannig ég hallast að því sem að gera að segja. Við kannski, já, ég reyndar hundstressaði fyrir þessi móti. Ég alveg, ég ekkert viss það við verðum í 3. og 4. sæti. Við erum að fara hörku gegnum það. Þannig kannski erfitt að segja til það alveg. Já, þetta veldur náttúrulega mikið á því, sko. Já, að gera það svolítið. Þannig að ég held ennþá að við séum á betri stað en United, en það auðvitað kjánlegt að segja það þegar þeir eru nokkuð öruggir inn í meistaradeildinni á næsta ári og 5 stigum fyrir ofan okkur og mun örugglega Mourinho kaupir 2 stjörnur í sumar, hverjar þar verða. En það væpið einhvern veginn ennþá þannig að United sé ekki alveg kannski að henda sér á neitt rosalegt flug því að bara þessi úrslit í kvöld sína það svolítið að þeir eru ekki alveg á þeim staðnum sem vonaði séu. Þannig ég tippa Klopp. Látum segjum þetta gott bara þessu United leik, bara hættum að tala hann bara held ég forever vonandi. En Steini, bara aðeins að fréttum vikunar, það var nú heldur betur óvænt.
menn, sko, þetta orðið það písi í dag, menn farin að gera mál úr því að það Liverpool-menn sem með ekki hrækja lengur á United-menn, er þetta eitthvað ný regla eða? Ég hef bara ekki séð bara hvað hún var skrifuð. Nei, þetta var frekar neyðarlegt fyrir kall kvölina og þetta var bara... Hvaða áhrif heldur þetta hafi bara hreinlega á hann svona í framhaldinu, því að þetta alltaf var alveg fáránlegt hjá hann og það ekkert hægt að afsaka þetta og hann ekkert að reyna það svo sem... Það ekkert þetta að afsaka það og allt það, en þetta náttúrulega bara... Ég bara... Miðað við hvað búið að ganga á hjá þessum gaurum í gegnum tíðina. Ég veit alveg hvernig bitter blues eru í Liverpoolborg og bara ég hefði haldið að þröskuldurinn hjá svona gaurum væri orðin svo rosalega hár að það væri bara eiginlega alveg saman hvað þú segðir, það bara hrífur ekkert á þá. Þarna eitthvað bara snappar í hausnum á honum, hann gjörsamlega urlast þarna þegar að bíllinn rennur upp að honum í þriðaskipti og ég veit ekki hvað það var að segja, þetta er bara, hann snappar og sem betur fer skammast sín fyrir þetta og búin að biðjast forláts á þessu og þessi fjölskylda náttúrulega er að baða sig í þessari 15 mínútna frægð sem þau fengu og búin að biðja hann haldi starfinu og mér finnst nú reynda bara kjánalegt að það sé verið að tala hvort hann haldi starfinu eða ekki, það er bara búið að slá puttan á honum og that's it. Þetta var bara dómgreindar brestur af hæsta stigi og bara case closed, það er búið að skamma hann, það er búið að sekta hann og hann er búin að biðjast afsökunar og hvað ætlar hann að gera meira? Maggi Þórarins, hvaða viðbrögð fengir í vinnunni eða þú verður upp í sig að hrækja á þessu götu? Já, eins og ég segi ekki þetta er ráðið að vera rækjum með nættumanni, það er ekki kannski alltaf leið. Ég veit ekki, þeir eru kannski með eitthvað teflonhúði, ég veit ekki þetta rennur aðeins með eitthvað, ég veit ekki, en þetta er erfitt mál fyrir kall langan, sko, og að því að þetta er mikill heiðusmaður og hann hafi verið grjótharður inn á vallar og sem utan og þá þetta er ofsalega leiðilegt bara fyrir ímyndina hjá honum af því að þetta myndi aldrei loða aldrei lengi við hann lengur en hrákin á greið stúlkunni en það er spurning hvort að við tölum við þá hjá LFC History og flokkum þetta sem sjálfsmark á ferlinum hjá honum sko að svona til viðbótar í safnið en þetta er ofsalega leiðilegt fyrir kall greið og ekki hægt við þetta verið notað á hann alveg þessum eftir svona nánast í sko. Já og hann er búinn að vera í mikil orðræðu við okkar allra El Hadji Diouf sko sem og leggjast niður á hans plan svona pínu, það er dálítið leiðilegt að þeir séu orðnir jafnir í þessu að því að manni fannst nú svona Carragher gat tala við hann af miklu dálítið háum tindi þegar kóngurinn í Senegal var að rífa kjaft að þá hann er ekki hálfnaður í hann sko. Nei, en að samaskapi þeir eigi ekki að vera nálægt hver öðrum í stallinum sko, þannig að þetta er mjög leiðilegt, ég vona bara að þetta leysist sem fyrst, ég hef ekki eins og haft geð í að horfa á vídeóið í sjálfu sér, ég bara hort á svona myndirnar af því skjáskotinn og ég vil ekki hafa þetta í hausnum á mér að sjá Carragher einhvern veginn rækjandi í áttina á mér sko í vídeóið sko, ég láti það bara alveg eiga sig en mér varst nú bara gott hjá Neville líka bara að gera lítið úr þessu, ekki lítið úr þessu en taka upp hanskan og ég held að allir vilji bara gleyma þessu sem fyrst. Já, Maggi, við getum alveg sagt að þú kannski kemur þinn input á þetta, við getum alveg gefið eins og Neville og fleiri hérna á Skæi, þeir takkið ágætlega og eru á stiði hann eins og þeir geta. Sko. Já, allir ég sé ekki, svo einið, ég myndur ekki verða rekinn ef ég hefði gert þetta, ég hugsa það nú sko. Það er bara þannig. Ég þetta er ekkert mjög vel séð heldur á mér sko. Nei, og ég er bara sammála því sem strákarnir eru búin að segja og það verður, þetta verður eitthvað sem að Carragher, sko, ég sagði nú hérna gríni við ykkur, ekki bara ágætt sér að hætta þessu sjónvarpsdæmi og
fara bara að þjálfa hjá Liverpool, það bara ágætis leið. Þannig að ég held að það sé alveg klart mál, en á mótið bara líka gott að sjá það, hann ekkert að reyna að gera neitt annað heldur en bara aðeins að draga úr því sem í gangi, og ég meina Skye held ég alveg gert brugðist svona líklega rétt við. Það var líka bara gott fyrir hann held ég að þeir bara segja bara hann suspended og þarf að hugsa málið sitt og þá gerir hann bara það. Þannig að annars held ég sé ekki bæta neinu við það sem strákarnir að segja, þetta bara hræðilegt. Foreldrar stelpuna fengu það sem þau vildu út úr þessu, hann reyndi eins og gat að fá eitthvað viðbröð og fekk þau og fekk fréttina, en hann þarf ekkert meira kannski. Herðum ekki, held áfram með þér aðeins, það er ekki orðið staðfest, en það eru svona einhverja fréttir og ótti að Harry Kane hafi meiðst það mikið að tímabilið sem er búið, hvað heldur þetta býti Spurs illa ef svo er? Mjög illa, hann er alveg, hann er lykilmaður á svo margan hátt hjá þeim, hann er náttúrulega, ég veit ekki hvað hann hefur tekið mörg stig fyrir þá í gegnum veturinn, þannig að það væri bara hrikalegt hjá þeim að missa Harry Kane á þessum tímapunkti út, hann er sko klárlega mikilvægasti maður þeirra og hann er þannig leikmaður, hann er að taka til sín 2 og 3 varnarmenn, þannig að þó að Llorente geti gert mjög margt vel og sé ágætis sko striker til þess að taka við af Kane like for like varandi það að boltandi komin í tegin, að það var alveg ljóst mál að Harry Kane verður þeim mjög mikill missir. Þannig að bara við ætlum eitthvað að reyna sko vera ekki með þorðagleði við meiðslum, en það væri virkilega gott fyrir okkar málstað ef að Harry Kane er að detta út úr Tottenham liðinu. Maggi Þórarinn, sama pæling á Kane, heldur þetta, sko þeir hafa lent í að mista hann áður og ég heldur hafi unnið alla leikina, það voru allavega mjög marga þeirra. Heldur að formið á Son til dæmis geti komið í staðinn fyrir þessi 24 mörk sem hann hefur skorað í deildinni? Svona kannski eitthvað smá til að byrja með, en þetta verður missir og ég held að í staðinn fyrir að þeir séu kannski að taka leiki þar sem hann er raðinn mörkum 2-3 og þá eru þeir að fara að vera í tæpara leikjum og þetta er leiðilegt að segja en þetta mun hjálpa okkur, við viljum ekki sjá svona meiðsli en þetta mun vera högg fyrir þá af því að þeir eru 2 aðalega búin að vera skipta með sér mörkunum. Dele Alli er alveg búin að vera duglegur líka en ekki jafn mikið kannski og áður, en sko Kane er svo mikið lykilmaður fyrir þá og ég held að sálfræðilega líka þeir gætu kannski fengið smá högg í bara það að vita að hann sé ekki þarna og til þess að slúta færunum. Ég held að það sé dálítið slæmt fyrir þá og nú veit ekki, er þetta farin í HM þessi meiðsli, hvernig spáum við það? Hvað segirðu? Ég hef ekki heyrt það, en mér finnst bara aðalega þetta slæmt fyrir fantasy hjá mér, ég var með hann sem fyrirlega sko. Ég heldur að sé margir sem voru ekki með hann í fantasy allavega hjá sér. Það fantasy, þú sagðist með Kane frekar en Salah sem fyrirlega síðustinn. Já, í þessum, bara fyrir þessu umferð, ég setti þetta á hann núna fyrir umferðina. Maggi, ég held að Mér finnst samt alveg bara magnaður þessi Son-gaur, sko. Nú er ég búin að horfa á 2 Tottenham-leiki í röð og tvisvar hefur hann ekki hitt boltan en skorað. Þannig að hversu markhæfin ertu? Það er búin að vera frábær reyndar hjá þeim, sko, gjörsamlega frábær. Ja, alveg frábær, en sko þetta eru 2 clear cut bara kicks sem að lenda í öðrum líkamshluta á honum og gera það verkum að hann skorar í bæði skiptin. Þannig að það er allt með þér. Þetta var mín 5 cent fyrir Tottenham. Steini, held áfram með þér, fyrir að ljúka þessu, það er blessunar leikur strax í næstu viku, Watford á heimavelli, 6-1 í fyrra, við erum kannski geta búið okkur undir eitthvað svoleiðis, en er eitthvað ágjör þar fyrir þann leik? Nú verða menn bara að svara, þessu. Alveg eins og ég sagði eftir hennan hundfúla leiðilega Swansea-leik, þetta var bara ákveðið kjaftsögg sem að menn verða, þetta eru svipuð lið sem við töpuðum fyrir og spila svipaðan bolta, þannig að nú bara verða menn að rísa upp og sýnur hverjum eru gerðir. Þetta bara
þessi leikur helgin búinn og núna bara næsti leikur heimavelli, Watford. Spá Það fyrir bara það leik. eitt í boði, það bara klára þetta bara örugglega. Ég held að menn komi alveg bara störðlega til leiks og ég held að við vinnum þennan leik og höldum bara hreinu bara. Ég held að við vinnum að 4-0. Maggi Þórens, þetta liði nú, þeir eru 10. sæti, 9 stöðum frá fallsætum, þannig að þeir virðast nú vera svona sigla nokkuð lignan sjó, það vantar kannski 1-2 sigra síðan á örugglega, en sama pæling og spá fyrir þennan leik, einhverjar ágjur af þessu Watford-liði? Ekkert stórvægilegar. Náttúrulega ég að fara að hlaða núna bráðum í upphitun fyrir þetta, þannig ég ætli bara að geyma þess spádóminn bara þangað til þá. Verður ekki hringt í Heiðar Helgu eða eitthvað svo leiðis? Jó, ég er búin að vera Jóhann B. Guðmunds, það var ekki fleiri góður Íslendingar sem var að spila fyrir Watford. En þannig að já, það er smá þar og ég held nú að ég hafi mér þess að farið á æfingarleik Watford hérna á Íslandi í den tíð einhvern tímann, ég man eftir því þannig að var einhver óvæntur æfingarleikur og þannig kannski maður grefur eitthvað skemmtilegt upp það sko. En já, þetta ég er svo forlega trúar á Jinx guðina, ég þori ekki að segja neitt létta eða auðvelda leiki fyrirfram, en ég hef bara mikla trú á mínum mönnum og verið að stíga oftast nær, það kom eitthvað skipta sem við töpum 2 röð, en þeir hafa oftast nær verið að stíga upp eftir tap og svara þessu hraustlega, þannig að ég er ekkert stressaður fyrir þessum leik sko. Nei. Maggi, það er nú 2 í þessu liði sem verður spennandi og allavega 1 sem orðar miðjumaður við til dæmis Liverpool og þetta fleiri stórlið, en er eitthvað annars sem hefur áhyggjur af þessu Watford-liði eða af þessari umferð? Nei, ég held ekki. Ég segi bara Steini, þetta var hárið hjá Steina. Ég var á þessum dásamlega 6-1 leik í fyrra. Ég held að Watford sé á mjög vondum stað í lífinu einhvern veginn núna. Þeir litu mjög illa út á móti Arsenal. Ennur þjálfaraskiptin, þessi þjálfari er búin að vera að hræra eitthvað í vörninni hjá þeim og bara líta ekkert að mínu viti neitt rosalega vel út. Vonandi ekki að jinxa neitt. Þetta á að vera solid sigur. Við bara, ef við það er bara, ég segi aftur, við eigum eftir að fara á Goodison Park og sá leikur á milli 8 úrslitaleikina í meistaradeildinni, verður erfitt, það er bara sitt hvoru megin við Everton erum við að tala um meistaradeildarleik, þannig að það er erfiður leikur. Svo eigum við eftir að fara á Brúnna sem verður úrslitaleikur, þannig að við verðum bara að taka þessa heimaleiki örugt og þeir gera sér allir grein fyrir því og vilja pottþétt allir vinna tilbaka þar sem við lentum í síðustu helgi, þannig að við erum að sjá solid sigur, 3-4-0 held ég, við séum að sjá þarna. Strákar, við endum þetta í kvöld á Mohamed Salah. The Champions League draw can't come soon enough. Sett hann strax eftir að Manchester var slegið út. Þessi maður verður að fá ævisamning, það er alveg ljóst. Legend. Takk fyrir í kvöld. Heyrumst í næstu viku líklega.